Komið í sælar, kæru vogir. Við ætlum aðeins núna að kíkja á hátíðisdagana sem framundan eru. Þetta verður bara stutt og laggott. Aðeins að sjá svona hvað þið eruð að fara að glíma við. Nú ef þið haldið ekki upp á þessar hátíðir, þá er þetta bara svona næstu dagar. Og þá skulum við bara byrja. Hvað mun hátíðin færa ykkur, kæru vogir? Þetta spil færir ykkur boðskapinn um það að þið séuð í raun og veru að þið hafið engin takmörk. Sjáið sjálfar ykkur eins og opið hylki sem hann tekur á móti öllu sem almætti færir ykkur, jafnvel kraftaverk. Almætti getur nýtt alla og allt. Ok, þannig að það er bara verið að tala um að það er engin takmörk, bara mikið opið flæði. Kannski eru þið með eitthvað sem að þið hafið ætlað að ná árangri með, eða ef þið vill einhverjar hugsanir ykkar að stoppa ykkur í að gera eitthvað, þá bara verið að minna ykkur á að það eru bara ykkar eigin hugsanir og ekkert annað. Orðið er frjálst, flæðið er frítt og bara muniði að það er engar takmarkanir. Þetta er svona svolítið bara opið og flott spil. Þið hafið engar takmarkanir heldur. Þið getið það sem þið ætlið ykkur, þið eru partur af guðdómnum. Það er mjög jákvætt. En hverju þurfið þið ef þið vill að breyta eða sleppa? Ok. Þið, kæru vogir, eru jú merki jafnvægisins með vogarskálarnar ykkar. Hér er verið að benda á skort á jafnvægi í annarkvort einhverju sambandi eða í samskiptum við aðra. Sjáðu til þess að öll sambönd þín séu jöfn og í jafnvægi og það sé jafnt flæði af því að gefa og þiggja. Ef að ójafnvægi er í gangi, þá getur verið að hinn aðilinn í sambandinu sé að fórna sér eða gefa of mikið og þannig skapast bara vandræði. Mundu að þú ert mikils virði og áttskilið virðingu allstaðar. Þannig að þetta er spurning ef að ójafnvægi er til staðar í einhverju af þínu samböndum, kæra vog, sem þú veist kannski meira en ég. Það getur verið sambandið þitt við börnin þín, við maka, ættingja eða vini, ástarsambönd, bara hvar sem að jafnvægis er þörf, þá er þetta eitthvað sem að þú þarft svolítið að tækla þessar hátíðirnar og reyna að finna einhverja leið til að halda flæðinu jöfnu. Ok, við höldum áfram. Hvernig verða samskiptin þín hátíðirnar? Er eitthvað þar sem þarf að laga og þetta spil kemur vissulega inn á það. Kæra vog, hér er verið að tala hugmyndir sem að þú hefur í kollinum, þróa með þér eða ákveðið á einhvern hátt að
þú hafir eyðilagt fyrir öðrum eða staðið í vegi fyrir að eitthvað hefur ekki farið eins og það átt að fara í fortíðinni. Þetta getur verið til dæmis barn sem að kenna sér erfiðleika í sambandi foreldra sinna. Þetta getur líka verið bara þú sjálf, kæra Voga, að kenna þér hvernig fór í þínum fyrri samböndum. Það einhverjir draumar sem að hafa brostið og þú berð ennþá skömmina og slæmar minningar og tilfinningar frá þeim draumum eða þeim brostnu draumum. Ef að þetta er raunin, þá getur þetta verið byrði sem að þú þarft að reyna að losna undan, losa þig við, og þetta spilar saman við spilið hérna í hliðina þar sem verið að tala skort á jafnvægi í samböndum þínum. Það að burðast með svona gamalt rusl, liggur mér við að segja, getur svo sannarlega haft áhrif á samböndin þín í dag og eyðilagt út frá sér. Við skulum draga meira á þetta. Þessi ímynduðu mistök í fortíðinni geta valdið því í dag að þér líði eins og þú sért út undan, að þér líði eins og þú sért ekki nógu góð, kæra Vog, eða enginn vilji þig. Kannski hefur þið brotið einhverja brýr að baki þér og líður eins og þú sért ekki lengur velkomin hjá ákveðnum manneskjum eða mannesku eða í ákveðnum hópi. Þannig að þetta er ekki góð tilfinning sem að virðist ætla eitthvað að plaga þig núna næstu daga. Þetta er greinilega gamall sársauki sem hefur hreiðrað sig og er svolítið að hafa áhrif á þig í dag. Við höldum áfram. Samkeppni, óheilbrigð samkeppni. Ef til vill líður þér í samböndum þínum eins og þú sért í samkeppni við hinn aðilann og þú þurfir alltaf að reyna að vera betri eða gera meira til þess að öðlast ást hans eða virðingu eða athygli. Það er mjög óheilbrigt að byggja samband í kringum þessa tilfinningu og að gera að reyna að komast til botns í því hvaðan hún kemur. Þetta getur verið skortur sem að þú hefur upplifað einhvern tímann í fyrri samböndum eða sem barn, þar sem þú hefur kannski þurft að berjast athygli. Það getur verið athygli foreldra þinna eða annars fólk sem í kringum þig var og síðan hefur tekið þessa neikvæðu tilfinningu með þér svolítið inn í sambandið þitt sem að þarfnast jafnvægis hérna í dag. Við höldum áfram þangað til við komumst út úr þessum neikvæða fasa og það er hér. Það verður heilun á þessum hlutum núna næstu daga hjá þér og þú átt stóran þátt í því með því að leita inn á við, skoða sjálfa þig og sjá svolítið hvar óheilbrigð munstur hafa legið hjá þér í samböndum og hvernig það er að skemma fyrir þér í dag. Þetta þarfnast heilunar við og verður ekki lokið í raun og veru fyrir en að þú getur sagt að líðan þín í dag sé
breytt á þann hátt að þú getur verið griðastaður fyrir aðra og að þú getur verið sótt þinn eigin griðastað í þínu eigin hjarta, skulum við segja. Svolítið háfleygt, ég veit það, en þetta þýðir eiginlega það bara því að þarf að líða það vel innra með þér og í tilfinningunum þínum að þú vilt helst hvergi annars staðar vera. Að þú þarft ekki að flýja sjálfa þig til þess að leita velíðan, heldur bara að fara inn á við, leita inn í sjálfa þig og líða vel með allt sem þú hefur gert og vera sátt, kæra vog. Og það geta verið alls konar mörg lög af hlutum sem að þarf að grafa í burtu hérna til þess að ná þessari líðan eða þessum stað, að losna við samkeppnina, að díla svolítið við minnimáttakendina og muna hversu virðið þú ert og hætta að kenna sjálfur í þér, kæra vog, þar sem miður hefur farið, heldur líta bara á það sem skóla, lærdóm og reynslu. Ég bara óska allir hamingju, vogi minn góð, ef að þú nærð þessum stað, sanctuary, þínum griðastað í þínu eigin hjarta. Og undir stokknum er hérna þetta fallega spil, bonding eða já, það að bindast öðrum traustum böndum og blómstra í einhverju sambandi, og líklega er hér verið að tala þetta sama samband sem þarfnast jafnvægis hérna. Tenging, já, ok. Höldum áfram. Hverju megið þið alls ekki gleyma, kæru vogir, í hátíðahöldunum öllum. Ok, það er bara ljónið. Það er krafturinn ykkar innri styrkur og kraftur. Þið búið yfir þekkingu og vísdómi og vitið alltaf hvað er best að gera. Algjör óþarfi að fara örugguleiðina og tínast í hópnum. Frekar bara taka forystuna. Það getur verið varðandi vinnu, persónlega lífið þitt eða í fjölskyldu málefnum. Leyfðu þér að skína og tjáðu þig þannig að þú talir sannleikann. Það er svolítið verið að kalla á að þú nýtir eldinn innra með þér, kæra vog. Hann er til staðar. Hvenær notaðir hann síðast? Reyndu að rifja það upp og svona halda honum svolítið á lofti. Þessum kyndli sem að þú hefur. Það getur verið í sambandi við að drífa fólk áfram eða aðstoða einhvern. Nú eða bara vinna að einhverju málefni sem þú hefur ástríðu fyrir. Allavega verið að benda þér á það að gleyma ekki forystu hlutverkinu þínu sem að þú ef til vill hefur einhvern tímann gegnt eða átt eftir að gegna núna næstu daga. Flottur kraftur og svona áræðni í þessu spili. Ok, glæsilegt. Hver verður dýrmætasta gjöfin sem að þú annaðhvort færð eða gefur? Og það er bara það að vera góð, kæra vog. Vera góður við aðra, vera góður við sjálfa þig, sýna öllum umhyggju og kærleika og bara njóta þín í því að vera svo til jólasveinn. Aðrir eru kannski líka að gefa þér þetta allt saman.
þessa miklu svona mildi og kærleika, vonandi sýnir einhver þér það og gefur þér það. Þetta svona pínleiti boðskapur jólanna, það að vera góður við náungan, vera góður við börnin sín, vera góður við foreldra sína, maka sinn, vini og síðast en ekki síst sig sjálfan. Og ef þú lendir í þannig aðstæðum þar sem þú getur valið að annarkvort að labba í burtu eða sýna hroka, nú eða þá að vera góður, þá hefur hér svarið hvað þú ættir að velja. Þetta eitthvað sem þú ættir eitthvað sem þú ættir eftir að standa frammi fyrir næstu daga. Já, kæra vog, þetta bara yndislegt. Þetta svona þín mjúka hlið. Og einhver að sýna þér sína mjúku hlið hérna líka. Hvaða óvænta element kemur til þín, eitthvað sem kemur þér á óvart? Einhverju fleiri búin að fá þetta spil. Það hugleiðsla, það að svona hugleiða hlutina vel, spá og spekulera, leita inn á við að griðastaðnum sem hérna, fylla þig bara af rósemi og kærleika og gleði þessi jólin eða þessa næstu daga og reyna að hugleiða ekkert endilega einn með sjálfri þér, einn með sjálfum þér eða ein með sjálfri þér, ætti ég að segja, kæra vog. Það ýmsar leiðir til að hugleiða, fullt af góðum hugleiðslum, til dæmis bara á YouTube eða einhvers staðar. Þetta mikið af góðum diskum, enginn nota diska lengur. Við skulum segja podcastum eða allavega, ég veit að þú finnur út úr því, kæra vog, eitthvað sem hentar þér. Það er bæði hægt að finna leitarhugleiðslur þar sem að einhver talar þig í gegnum hlutina. Svo er bara mjög gott að hugleiða með hugleiðslu tónlist, þó að enginn sé að tala. Margir sofna við þannig og það er bara allt í lagi. Sú tónlist allavega nær að koma heilanum á rétta bylgjulengd, á rétt tíðnissvið. Og það er það sem þetta snýst að skrúa niður í heilanum og kúpla hann inn á tíðnissvið hugleiðslunar. Þar sem að ýmislegt gerist, þó að við kannski sjáum það ekki, að vitum ekki af því. Það er ákveðin heilun og uppbygging sem að fer fram í heilanum og líkamanum á þessu hugleiðslu tíðnissviði sem ég man nú ekki nákvæmlega hvað heitir. Einhverjir ykkar vita það kannski. Það er ákveðin hertz og ákveðna bylgjur sem eru við völd þegar fólk hugleiðir. Heyrðu, frábært að sjá þetta, kæru vogir. Það er greinilega svolítið þema hjá ykkur að skapa jafnvægi og ró. Og það að vera góður. Hvaða góða orð er fyrir kindness á íslensku? Maður segir ekki góðsemi, er það? Jæja, þið allavega, þið kannski finna út úr því, þið vitið allavega hvað er verið að meina. Einn engil ætla ég að draga hérna á lokum. Þetta er allt svona frekar jólaleg spil, englaspilin hérna. Þú getur verið öruggur í því að taka á móti. Þið eru óhætt að taka á móti. Því meira sem þú leyfir sjálfur þér, kæra vog, að taka á móti, því meira hefurðu á milli handana eða því meiri
möguleika hefuru og til að deila með öðrum líka. Opnaðu þig til að taka á móti og vera og að leiða allt þetta góða áfram í gegnum þig, þannig að það nái líka að blessa veröldina. Það sést allt það sem þú tekur á móti af jákvæðni og góðum hlutum flæðir í gegnum þig og út til veraldarinnar aftur. Það er vegna þess að við erum bara alltaf í þessu eilífa flæði. Og það er ákveðið rósemi yfir þessu spili líka. Og fallegt og góð orka sem að fylgir þessu. Ok, kæra vog, ég vona að þetta við sagt þér eitthvað sem þú getur nýtt í næstu daga. Takk fyrir að hlusta, ljós og kærleikur.